Nú ætlum ég að fara í súrdeigs pylsubrauð og hamborgarabrauð. Það er hægt að gera pylsubrauð og hamborgarabrauð úr sama deginum. Og ég er búinn að vikta hérna í þetta. Ég ætla nú ekki að fara eyða tíma í það að fara yfir þetta. Uppskriftin er hérna fyrir neðan. En ég er náttúrulega að byrja alltaf á því að setja vatnið. Og þetta er þannig að við setjum þetta bara allt í og í gang. Síðan kemur súrinn. Og eins og alltaf, hann flýtur. Og sykur. Og hveiti. Salt. Og smjör. Eins og ég segi, uppskriftin er hérna fyrir neðan í lýsingunni. Og þetta, svo bara allt í hrærivélaskálina eða hrærivélapottinn eftir í hvernig maður vill orða það. Og svo fer þetta bara í gang. Þetta fer að mala bara í rólegum hraða í svona 4 til 5 mínútur. Og ég nota blátt kornaskeiða. Já, hæ. Ég fékk mér hérna jólabolla. Kannski aðeins svo snemmt. Já, ég er sammálaðið, það er alltaf snemmt. En ég ætla bara að minna á skoðanakonuna sem er á Mayo Bakari á Facebook. Þar sem ég er að spyrja hvað þið viljið byrja snemma á jólabakstrinum og svo er ég með nokkrar tillögur að því hvað við myndum baka. Í efsta sæti núna er brún lagterta með hvítu kremi. En snúum okkur að pulsubrauðunum. Velkomin aftur. Nú er ég búinn að vikta niður hérna pulsubrauð og hamborgarabrauð og hnoða þau aðeins upp. Ég ætla bara rétt aðeins að fara í gegnum þetta hérna með þegar maður er búinn að vikta þetta upp. Þá er hægt að gera þetta svona með því að leggja þetta bara svona inn fyrir miðjuna, halda við með þumlinum. Þá geta að setja smá hveiti svona eða hrísmjöl. Ég nota hrísmjöl á hendurnar til þess að festast ekki við og svo bara loka maður þessu í botninn og þá er þetta tilbúið. Hin leiðin er að setja þetta bara í lóðan á sér og geta að láta hveiti hliðina snúa upp ef þetta liggur á hveiti eða hrísmjöli og rúlla svo bara svona gera krumlu og rúlla svo í lóðanum bara. Það er leiðið til þess að gera sama hlutinn. Og þegar við erum búin að þessu þá leyfum við þess að hvíla svolítið stund á borðinu með plast yfir og hluta þessi búin að því nú þegar. Þannig að nú byrja ég bara að móta pulsubrauð til að byrja með og ég ætla að hafa smá hrísmjöl hérna á borðinu, svona bara svo ég festist ekki mikið við þetta. Og ég byrja því að brjóta þetta svona inn í miðjuna, toga eins í það og brjóta það inn í miðjuna. Og svo velti ég því yfir svona. Reyna að fá svolítið spennu í það og svo rúlaði ég út í svona sirka lengdina sem ég vil hafa það. Þegar ég kom með lengdina, þá setja ég þetta í viskustykki eða kús, beikeskús eins og það kallað. Ég er enda bara með viskustykki í þessu. Og það er sama með þetta eins og með bakatinn. Reynum að hafa saumin upp. Og ástæðan fyrir því ég seti þetta í kús eða í svona viskustykki
með og brýta upp á það til þess að halda þeim halda í hliðarnar þannig að það hefist upp, ekki út til fletist ekki út. Þannig að nú ætla ég bara að vinna þetta í rólegheitum og setjum bara músík á eða eitthvað. Þá er ég búinn að setja pylsubrauðin öll í veskustykki eða kúsið og ég ætla að hafa 4 hamborgarabrauð líka og þau eru búin að hvíla í svona kannski 10 mínútur og ég ætla áður en ég setja á plötuna, ég ætla ekki að setja þau í kús, ég ætla að pröfa að sjá hvernig það gengur að setja þetta bara beint á plötu og ég ætla nú að þau aðeins svona aftur til þess að fá betri spenn í þau. Setja bara beint á plötu. Ég ætla ekki að setja sesam á þau eða eitthvað ofan á þau. Ég ætla bara að leyfa þeim að vera á plötunni. Nú er bara biðtími, hefðunartími, sennilega klukkutími, ég veit ekki alveg, það fer bara eftir hversu malið minn er öflugur núna í þessu og nota bene alltaf þegar við erum með feitara deig eins og þetta, það er svolítið smjör í þessu, þá er það alltaf aðeins lengur í þessum hefðunarprósess, bæði hvíldinni og tey og fella og eins líka í hefðuninni áður en við bökum það. Og nú er bara svona cirka klukkutími í bið. Sjáumst þetta smá. Jæja, þá er ég loksins búinn að ná að hefa þessi pulsubrauð og hamborgarabrauð. Það er nú saga að segja frá því. Ég byrjaði á því að leyfa þeim að standa í 1,5 á borðinu, 1,5 klukkutíma. Og mér fannst að vera allt og lítið hefað og þá er ég eiginlega komin í tímaþröng. Þannig að ég tók bæði pulsubrauðin og hamborgarabrauðin, færði hamborgarabrauðin á minni bakka eins og þið sjáu hérna og setti þau inn í ísskáp. Og þau voru inn í ísskáp í 9 klukkutíma. Síðan tók ég þau út úr ísskápnum, setti þau aftur á borðið og hafði á borðinu undir plasti í 5 klukkutíma. Ég er ekki að segja að þið þurfa að gera þetta svona, þetta er bara súrinn minn, hann var eitthvað slappur, hann hefur ekki verið svona slappur lengi. Hann var það núna, þannig að það getur vel verið ef þið eru með öflugri súr, þá takir þetta styttri tíma. En allavega þetta virkar, gera þetta svona, langur tímsamt. Hamborgarabrauðin líta ágætlega út, þau eru svona freka flöt en líta alveg þokkalega út, stærðin góð og svona. Það sem ég ætla að gera er að ég er búinn að gera það sem ég kalla eggjastrau. Þetta er bara egg og vatn blandað saman. Ég setti 1 egg og 1 eggjarauðu og svona 2-3 matskeiðar af vatni. Þeytti þetta vel saman og ég ætla bara að pensla þetta yfir hamborgarabrauðin. Þetta er bæði til þess að fá svona skemmtilegan lit á þau og líka til þess að það myndist svona svolítil gufa í kringu þau þegar þau byrja að bakast. En ég sett samt skvetti samt smávegis af vatni á eftir þeim inn í ofninn. Og
Það skiptir svo sem engu máli hversu mikið ég set af þessu eggjastaugi yfir, það kemur algjörlega út á eitt. En þetta allavega svona og þetta tilbúið og ég ætla bara að stinga þessu inn í öpsuna á Gastá meðan ég að koma pylsubrauðunum á plötuna. Skvettum smá vatna eftir þessu. Og þá komið að pylsubrauðunum. Nú ætla ég að setja pylsubrauðin á plötu og eins og þið munið þá eru þau í kús og eins og sjá má þá eru þau orðin sprúsandi fín sýnist mér. Ég bara flyti þetta yfir á plötuna. Gerum þetta svona, þá get ég komið endi í enda. Og það sést náttúrulega að það hrísmjöl, slatti af hrísmjöli á viskustykkinu til þess að þið festist ekki við. Svo getum við aðeins mótað þau svona, lengt þau, mótað þau. Gefa þessu aðeins meira pláss. Fá þau örlítið lengri. Þannig að þau líta svona út. Og ég ætla að dusta aðeins að þeim. Ég með fína kústinn minn, þetta eldhúskústurinn. Sem ég nota til þess að sópa gólfið. Nei, ég að djóka, ég nota þetta eingöngu á borð og deg. Svona, taka mesta hrísmjölið af og svo ætla ég að setja svolítið eggjastaugi yfir líka. Þetta ekkert nauðsynlegt samt að gera þetta, það bara verður fallegri litur á þeim þegar þau bakast. Sérstaklega þegar maður með súrdeg. Þó þessi sykur í deginu, þá súrinn eiginlega búinn að éta allan sykurinn þannig að hann gefur engan lit í bakstrinum, eða lítinn lit skulum við segja. En ef maður gerir svona pylsubrauð og hamborgarabrauðið með ger, þá gerast hlutirnir miklu hraðar. Ef maður gerir þetta með ger, þá gerist þetta hraðar. Já, þetta átti nú ekki að ríma svona, en ok. Og að því að það gerist mikið hraðar, þá étur gerinn ekki upp eins mikið af sykurinum og það gefur þennan fallega lit á pylsubrauðin og mýktina sem pylsubrauð og hamborgarabrauð hafa. Það frá sykurinum og smjörinu. Þannig að nú ég búinn að strauja, það var snjallt að segja þetta, nú ég búinn að strauja pylsubrauðin með eggjastrauginu. Það eru svona loftbólur í þessu, ég ætla að stinga á þar, ég með bara svona grillpinna. Ég ætla bara aðeins að stinga á loftbólurna svo að því að ef það eru loftbólur í þessu svona sem eru svona opnar, eru svona upp og þunnar, þá vilja það brenna svolítið í bakstrinum. Þannig að ég stinga á þar og reyna að þjappa þeim niður bara. Svona. Já, þá fer þetta bara í ofninn og ég kem aftur þegar ég er búinn að baka þetta. Þetta fer í ofninn á 250 og ég lækka hann í 220 og baka það á þeim hita. Í svona cirka 12 mínútur. Já, hamborgarabrauðin eru tilbúin. Kippa þeim út.
líta vel út, glæsileg brauð. En eins og þið sjáið þá eru þessar loftbólur, þær verða svona eins og dökkir blettir. Það bara gerir þetta fallegra, það er bara part af prógrammið. Pulsubrauðin eru tilbúin í ofninum, þannig að ég ætla að taka þau út núna. Líta bara nokkuð vel út. Slökkva á ofninum. Líta bara ágætlega út þessi pulsubrauð. Það er ekki alveg eins mikið af loftbólum á þeim eins og hamborgarbrauðunum. Gæti verið að því ég stakk á loftbólurnar á pulsubrauðunum en ekki hamborgarbrauðunum. Nú er bara spurning að fá sér eina með öllu. Eða grillaðan nautaborgara. Þetta var allavega pulsubrauð og hamborgarbrauð. Ég vona að hafið lært eitthvað á þessu. En munið bara að smella á hausinn eða smella á vídeó ef þið viljið horfa á meira. Takk fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn.